Ég heiti Ólafur Garðarsson og formaður stjórnar Hagsmunasamtaka heimila. Ég vil þakka öllum viðstöddum fyrir komuna og ég vil sérstaklega þakka þeim sem eru með framsögu og í pallborðið fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða málefni verðtryggingarinnar og vera til svara til almennings. Meginstef fundarins málsókn gegn verðtryggingu en áður en ég gef stjórnina á fundinum til fundarstjóra vil ég segja þetta. Við höfum verið í 4 ár að berjast gegn blekkingum, svikamiðlum og snákaolíusölumennsku á neytendalánamarkaði og leiðréttingu á órétti sem af slíku hefur hlotist. Ef ekki væri fyrir það að ríkisvaldið stóð að hönnun og útbreiðslu þessa fyrirbæris sem verðtrygging húsnæðislána stæðum við ekki frammi fyrir því vanda sem nú við að etja. Það og verður hlutverk stjórnmálamanna að vinda ofan af afleiðingum verðtryggingar, sama hvað dómsmálum líður. Vandinn vex hver mánaðamót, fleiri og fleiri heimili verða eignalaus og ógjaldfær. Þessi þróun á allan hátt niðurdrepandi fyrir samfélagið okkar. Við höfum varað við þessari þróun og nú hefur hún raungerst í vanskilum til Íbúðalánasjóðs sem nemur tugum milljarða. Allt tap Íbúðalánasjóðs vegna vanskila. Að lokum vil ég þakka þeim mikla fjölda einstaklinga, félaga og fyrirtækja sem hafa lagt fram fé til þessara baráttu. Án ykkar framlaga væri ekkert að gerast. Ég minni á heimasíðuna heimilin.is. Ég vil nú biðja Egil Helgason að taka við fundarstjórn. Fyrirkomulagið á þessum fundi þannig að við fáum hérna 4 framsöguræður. Að því loknu ætlum við að heyra stuttlega í þeim sem sitja í pallborði hérna til vinstri við mig. Síðan eru fyrirspurnir úr sal og ég vona að við fáum margar fyrirspurnir, ég trúi reyndar ekki öðru. Það við pössum samt upp á að fyrirspurnirnar þær eiga að vera stuttar og hnitmiðar og endilega beina spurningunum til einhvers ákveðins aðila. Eins og ég segi, það eru 4 framsöguræður. Framsögumennirnir eru Þórður Heimir Sveinsson, Pétur Blöndal, Steingrímur J. Sigfússon og Guðmundur Ásgeirsson. Og það Þórður Heimir Sveinsson, héraðsdómslögmaður sem hefur leika hér.